Svona við fyrstu sýn hugsa fólk kannski hver tengingar á milli næringar og svefns, en það eru jú einar af grunnstoðum heilsu. Við lítum svo á að svefn, næring, hreyfing og andleg vellíðan eru svona þessar 4 meginstoðir heilsu. Og ef ein af þessu fer að gefa sig, þá hefur það áhrif á allar hinar. Og við vitum vitum alltaf betur og betur að næring snemma á lífsleiðinni getur haft mjög mikið að segja upp á bæði þroska og heilsu allt fram á fullorðinsár. Þannig að það er mjög mikilvægt að byrja snemma að kenna börnum að tileinka sér hollar bæði fæðuvenjur og lífsvenjur bara almennt. Það er mikið áhyggjuefni hér á Íslandi að íslenskir unglingar að sofa of stutt. Það er rannsókn frá landlækni sem sýnir að íslenskir unglingar sofa að meðaltali 6 klukkutíma á nóttu. Og við vitum það að unglingar þurfa að meðaltali 9 tíma svefn, svona 8 til 10 tíma er ráðlagt. Það sem hefur verið að gerast núna undanfarna mánuði og ár er að framboð af drykkjum með miklu hærra innihald af koffeini heldur en er í venjulegum gosdrykkjum hafa verið að koma á markað og jafnvel það háu magni að það er hætta á að börn sem neyta þessa venjulega neysluskammt sem ein dós eða 2 dósir geta farið upp fyrir skilgreind efri mörk koffeineyslu sem þýðir að neyslan getur farið að hafa haft áhrif á hjartsláttartruflanir og náttúrulega svefn.